fangelsi fyrir peningaþvætti í gærkvöldi. Malala annar fyrrverandi forseti Perú sem hlýtur þunga fangelsisdóma aðeins nokkrum mánuðum. Peningaþvættismál Malala tengist einu umfangsmesta spillingarmáli í sögu Rómönsku Ameríku. Hún þáði ólöglegar greiðslur upp á milljónir dollara frá brasilísku verktakafyrirtæki sem fjármagnaði að hluta kosningabaráttu hans árið 2006 og 2011. Fyrirtækið greiddi stjórnmálamönnum vítt og breitt álfunnar mútur til að fá verktakasamninga. Malala sem var forseti Perú frá 2011 til 2016 og Heredia, kona hans, neituðu bæði sök. Hún fékk hæli í Brasilíu og verður henni leyft að fara þangað með syni sínum að sögn breska ríkisútvarpsins BBC. Og fleira ekki í fréttum, þær verða blessaðar á slaginu 12 og í minni á fréttabréfinu okkar vísi. Lady Essence verðmáling 25% afsláttur í apríl. Húsaspilið. Takk fyrir að maður fara tónlistinni hér á Bylgjunni á þessum miðvikudegi og það var aldrei röðin í miðsalnum á listað. Og ég hugsa að þetta var nefnilega rockað og ég alveg til í það. Það endast í dag með tónlistina og hefur ekki Helga Mjós. Didn't remember to put look at. It's nice. Yeah. I just need cream. And like Yeah. Not many people inside the bus. everybody's working. Just like Floyd.
fikk símtal á gamla stof fór að hágráta því allir vinir minni voru að fara í partí. En svona er þetta, en hingað þessast kominn maður tengdur Bandaríkjunum því að hann býr þar þessa stundina. Já, og hefur gert síðastliðna 8 mánuði. Já, og sko miðvikudags, föstudags gestur okkar, Logi Bergmann. Já, náttúrulega tímabeltið, sko, það er bara þessi tímamunur. Já, við erum á bandarísku tíma. Miðvikudagar eru á föstudögum í tíðina, við erum að taka það. Já. Velkomin. Takk fyrir. Og þú veist, já, páskaunginn, Já, getur við sagt. Páskaungi mannlega þáttanins í ár. Já, ég er að fíla það. Já, það er meira smá þannig á hárið að þið núna, sko, stendur svona. Já, ég er smá þinni. Já, eins og páskaungi. En nú ertu sem sagt í smá svona frí hérna heima, einn þíns liðs. Já. Og sérst, ertu að fara aftur út. Ætlarðu að taka með þér páskaegg? Já, sjálfsögð, ég er búin að kaupa þau. Það var bara að fara sérstaklega, það var séróskir páskaegg. Íslensk páskaegg. Já, sjálfsögð. Hvernig voru séróskirnar? Sko, dóttir mín vill fá bombuegg. Já. Og svo aldrei vill fá bara Nóa Sirius egg. Það finnst mér alltaf vera páskaegg. Já. Fínt bara. Já, bara svona venjulegt páskaegg, hún getur verið svo í eins. En þú sjálf? On Sunday, we have to eat the egg. Og sko, ég svo Easter. Já. Hún mun að vera spennt fyrir Hi, Sunday. Svo hún borðar bara 4 bita og svo mun ég granka restin í það. Já, en I don't know how much I will be painting something spila with svona á ýmsum heimilum. Ég ætla ekki að fá mikið að fara afgang, en svo eru þessir part of a day. þeir fara og stela alveg stöðu. Og You have to be það er careful. ekki vinsælt. Ég lít ekki á að það sé að With my hands. það tekur eitthvað sem eitthvað annar. I think on Sunday, maybe I'm working the other work, maybe from 5 to 10 or something. Já, ég er Bara eins og til. Takk. Já. 5 to 10. Mávarnir niður What in your hands? Já, Yeah, Mávarnir eru svolítið It's worse vanir því to þeir eru painting, bara but stór I have partur to af be careful hreinsunar there. liði borgarins. Þeir hreinsa upp alls ekki. Já, þeir gera það. And I'm Ég left-handed. var að fara með 2 pylsur inn í bíl, Já. lagði aðra þeirra ofan á þakið á meðan ég var að opna hurðina. Hún var þar ekki lengi. Það kom máfur bara og náður. Þeir eru snöggir. Já. Þú býður It's difficult to because you need to. Yeah. En segðu bara frá, ef við byrjum því, bara dvölin úti. Maybe try to ask the doctor. Búa í Bandaríkjunum. You are kannski allowed sérstaklega Yeah. á þessum skrýtnu tímum. Because Það er bara stórkostlegt. Í rauninni, það er mjög áhugavert. Þú byrði í Washington. Já, Washington. Og Washington er mjög merkileg borg. Og einstaklega skemmtileg og falleg. Hún er svona, þetta er mikil göng og hjólaborg. Svona, sérstaklega með Ameríku. Mikil gróður. Og það sem gerir hana sérstaklega er það að það er engin háhýsi í Washington. Af því að reglan er svo það má ekki vera herra en Capitol. Þannig að sko 6 hæðir, þú fer ekkert meira en það. Það var ekki byggð upp í loft. Nei. Og svo horfir yfir ána yfir til Virginíu og það sérður skýrhljóðana sko. En ég meina, snýst allt í borginu stjórnmálin og allt það sem er í Já, gangi þar? alþjóðastofnanir og svona, það er mjög mikið, það snýst mjög mikið stjórnkerfið og svona. Já. Svo er þetta líka bara, þetta er stórkostlega söfn og skemmtilega bara áhengur hérna á milli og eitthvað sem mikla sögum. Ég veist það svona við komum þarna svolítið oft. Við höfum gert það svona gegn tíðina á svæðinu og við vorum bara alltaf í greinu. Ég meiri sem er í Washington að þetta er New York. Hvað er lístu munir? Hvað er það sem að New York getur þau ekki keyrt. Já, Það getur eiginlega ekki fengið þetta. Það er eiginlega þannig. Já. Washington hún er dreifðari, hún er miklu grænni og svona, veit ekki, svona þægilegri bara. Minni læti og svona bara stórkostlega skemmtileg borg. Það er mikill hávaði í New York. Ég vil hávaði og sko, ég veit ekki, ég finnst sko New York alveg skemmtilega en þegar alltaf að labba þar er eiginlega bara ómögulegt sko. Já, og svo þú sérð ekki, af því það er allt svo hátt, þannig að þú sérð í rauninni ekki bara nema næsta vegg þannilega og kannski upp í loft, en svo er þetta eins og svolítið að ferðast neðansjávar, þú ferð undir borgina og kemur svo upp einhvers staðar annar staðar. Já. Þú veist, þannig að þú ert ekki að fá svona yfirsýn kannski. Nei, það er sko, ég veit ekki, við tókum nú fórum fótboltaleik í Washington daginn, svo sett það sem við kallað soccer. Já, sáum DC United spila og tókum svo lestina af öllum bara til að komast í eitthvað færi við Uber. Það var eiginlega ekkert annað hægt. En það er miklu minna allt öðru settur í New York, sko.
Nei, listakerfið þarna, en það miklu minna að nota og næri ekki út allan borg Many cars. Ég meina, eins og svona knattspyrnuleikur eins og við, þú veist, hérna, þetta vinsælt? Já, þetta vaxið alveg töluvert, sko. Ég meina, Boston er svo merkileg borg, hún á lið í öllum stóru deildunum. Og rétt við liðinu á beisbólvöllum og svo erum við sem hockeylið, svo aldrei fóru hockeyleikum það. Og hitti þar mestu góðsögn hockeysins. Var að slá met Wayne Gretzkys fyrir þá sem hafa áhuga á hockey.